Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudag 19. maí 2015. Við göngum til dagskrár. Förum í fyrsta mál. Tillaga að öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu greiði í hlutföllum með rekstri Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Það tekur tillögu flytjandi, stór óperusöngvari mikli, borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, takk kærlega fyrir þessa kynningu. Þetta mál varðar náttúrulega tónlistina, einhverju leyti óperutónlistina. Við höfum hér borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lagt fram tillögu sem ég ætla að lesa fyrir þá sem eru að hlusta á okkur, svo þeir vita nú hvar við erum stödd í þessu öllu saman. Hún svona með leyfi forseta. Reykjavíkurborg greiðir 18% af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands samkvæmt lögum frá árinu 1982. Sinfóníuhljómsveitin þjóðarhljómsveit sem hefur aðsetur í Hörpu. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru 211.000 en 42% þeirra búa í öðrum sveitarfélögum en í Reykjavík. Borgarstjórn lýsir sig reiðubúna til að styðja við Sinfóníuhljómsveit Íslands en þó einungis 58% af núverandi framlagi enda munu önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu greiða 42% af því framlagi sem Reykjavíkurborg hefur greitt fram til þessa. Borgarstjórn lýsir yfir að skyldu þáttaka borgarinnar í rekstri hljómsveitarinnar með lögum séu ósanngjörn enda koma áhreirendur hennar af öllu suðvesturhorni landsins. Borgarstjórn sættir sig ekki við að Reykjavíkurborg eitt sveitarfélaga beri þennan kostnað og lítur svo á að annaðhvort geri það öll sveitarfélögin á svæðinu eða ekkert þeirra. Borgarstjórn felur borgarstjóra að taka þetta mál upp við ríkisstjórn Íslands og óska eftir því að önnur sveitarfélög tæki þátt í rekstrarkostnaði hljómsveitarinnar eins og heimilt er í lögum en ellegar lagðar verði til breytingar á lögum Sinfóníuhljómsveit Íslands þar sem jafnræði verði gætt meðal sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem standa eiga að rekstrinum. Tillagan nokkuð ítarleg og ég held að það sé óhætt að segja að það þurfi ekki að hafa mörg orð hana. Ýmsar spurningar hafa vaknað hjá þeim sem hafa haft samband við þann sem hér stendur, meðal annars auðvitað svo grundvallar spurningar það er lett yfirleitt að sveitarfélög séu að taka þátt í rekstri hljómsveitar sem Sinfóníuhljómsveitar Íslands og það má auðvitað velta því upp en tillagan segir þó að við lýsum því yfir að við erum reiðubúin til þess að taka þátt í þessum rekstri. Þannig það er ekki verið hér að mótmæla því sem slíku heldur einungis þeirri stöðu sem við teljum ósanngjarna að Reykjavíkurborg sé skikkuð, borgarbúar séu skikkað til þess að greiða með Sinfóníuhljómsveit Íslands 18% af rekstrarkostnaði en að aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu séu undan skildir. Það má náttúrulega önnur athugasemd sem sá sem hér stendur hefur fengið er náttúrulega svo hvað með önnur sveitarfélög á Vesturlandi eða nær okkur, til dæmis eins og Reykjanesbæ, Selfoss, Hveragerði, Akranes og svo framvegis og það má auðvitað velta því fyrir sér. Það má auðvitað fara út fyrir þennan ramma og skoða það en tillagan er sett fram kannski fyrst og fremst þannig að nokkurri hófsemd til þess að hreyfa við þessari stöðu, til þess að leggja fram þær breytingar sem líklegast er að hægt sé að taka undir og hægt sé að ná fram minnstakosti á þessari stundu. Við vorum að ræða Sinfóníuhljómsveit Íslands aðeins á síðasta fundi borgarstjórnar þegar að ársreikningur fyrir 2014 var tekinn til síðari umræðu og þá fór ég aðeins yfir ábendingar fjármálaskrifstofu vegna þessa. Með leyfi forseta þá stendur í ábendingum skrifstofunnar samkvæmt lögum ber Reykjavíkurborg að greiða 18% af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þetta felur í sér óvissu útgjöld borgarsjóðs þar sem borgin hefur ekki ákvörðunarvald yfir rekstri Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Rekstur Sinfóníuhljómsveitarinnar hefur ítrekað farið fram úr fjárheimildum undanfarin ár. Á árinu 2013 fór reksturinn 15,8 milljónir króna fram úr heimildum. Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur gert gröfu að borgarsjóður greiði 18% hlutdeild í taprekstri Sinfóníunnar eða 2,8 milljónir króna og er sú fjárhæð tekjufærð í ársreikningi sveitarinnar en sam er ekki gert vegna 82% hlutar ríkissjóðs í taprekstrinum. Þessi ábending fjármálaskrifstofu er lengri, ég ætla ekki að lesa hana alla, hún sendir jafnframt stjórn Sinfóníunnar ákveðnar kveðjur þar sem drepið er á þær skyldur sem á henni hvíla að upplýsa rekstraraðila stöðu hljómsveitarinnar og láta þá vita því ef líkur eru á því að hún ná ekki endum saman. Ég vil aðeins minnast á það að því við erum að tala hér
þennan taprekstur árið 2013 að í Morgunblaðinu í dag segir að þetta sé frá árinu 2014 en það er ekki rétt og hugsanlega má nú bara rekja það til óskýrleika undirritaðs í viðræðum sínum við blaðamann. Hvað sem því líður að þá nú svo að rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands á síðastliðnu ári gekk afskaplega vel, skilaði afgangi en ekki tapi og sennilega svipaðri tölu og við erum að tala að hafi tapast á árinu 2013 var skilað aftur árið 2014 og ég veit til þess að það hefur verið unnið mjög ötullega því að koma góðu skikki á rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands og það hefur skilað góðum árangri. Þannig að öllu sé nú haldið til haga, að ekki sé farið með einhverjar villur og staðreyndavillur í þessu sambandi. En það sem satt auðvitað það að reikningar frá Sinfóníuhljómsveit Íslands vegna tapreksturs 2013 bárust árið 2014 til Reykjavíkurborgar og eru þess vegna til umfjöllunar í ársreikningum Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014. Það sem að kemur nú fram hérna meðal annars í þessari ábendingu er þessi fjarlægð á milli Reykjavíkurborgar og Sinfóníunnar og það er nú bara svona staðreynd þegar horft er til fjárlaga að framlög til Sinfóníuhljómsveitar Íslands hafa aukist verulega frá árinu 2007 120% ríflega reyndar og ástæðan er auðvitað fyrst og fremst sú að hljómsveitin flutti úr Háskólabíó í Hörpu og þar er rekstrarkostnaður verulega mikið hærri og þá sérstaklega vegna leigu sem að rennur til hússins og svo rennur það væntanlega hér til okkar einhverju leyti aftur tilbaka. Það er nú önnur saga sem við þurfum samt að taka upp áður en langt líður. Það er að segja framlög Hörpu til Reykjavíkurborgar vegna fasteignaskatta en ég ætla nú ekki að gera það umræðuefni hér í dag heldur halda mig við þessa tillögu okkar sem ég auðvitað vona að fái góðan hljómgrunn. Hún er svona byggð á þessu ástandi sem ég finnst frekar óeðlilegt og hún er kannski svolítið flókin í úrvinnslu. Það verður bara að segjast eins og er. Hún er flókin í úrvinnslu vegna þess að við erum með þessu að segja, við erum þess vegna að gefa borgarstjóra það verkefni að setja sig í samband við ríkisstjórn Íslands þar sem að svona framhaldið yrði á borðum hennar og væntanlega hjá 3 ráðuneytum ríkisstjórnarinnar, þar sem innanríkisráðuneytið með sveitarfélögin og sem að þarf auðvitað að ræða við, mennta- og menningarmálaráðuneytið og síðan fjármálaráðuneytið. Þannig að ég tel að það sé mikilvægt að fulltrúi Reykjavíkurborgar fari yfir þessa stöðu með ríkisvaldinu þannig að einhver eftirfylgni sé á málinu og þess vegna er lagt til að borgarstjóri fái þetta tiltekna hlutverk að fara á fund ríkisstjórnarinnar með þetta verkefni og þessi skilaboð sem að felast í tillögunni því hún er að hluta til svona ályktunartillaga frá okkur hér á staðnum. Það vill svo til að lög Sinfóníuhljómsveit Íslands opna fyrir það að sveitarfélögum sé bætt inn í þennan pakka. Það er að segja að þar stendur með leyfi forseta í 3. grein, þessi lög eru frá númer 36 frá 1982. Þar stendur með samþykki rekstraraðila getur ráðuneytið heimilað fleiri sveitarfélögum aðild að rekstri hljómsveitarinnar. Þannig að það sem svolítið opnað fyrir það að þarna komi önnur sveitarfélög án þess að til lagabreytinga komi og auðvitað felst í þessari grein það svona jafnvel svo skoðun vil ég leyfa mér að ætla að það sé eðlilegt að fleiri komi að þessum rekstri og fleiri sveitarfélög taki þátt í þessu eins og hér er lagt til. Og meira hef ég ekki þetta að segja en vona að umræða verði þetta mál og að vel sé í það tekið hér. Það er borgarfulltrúi Júlíus Egill Ingvarsson lokið máli sínu og borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil fyrst byrja á því að þakka tillöguflytjanda fyrir að taka upp þetta mál. Þetta er áhugavert mál og hefur verið til umfjöllunar í grunninn í áratugi en sérstaklega kannski síðasta áratug og rétt rúmlega það. Borgarstjórn hefur
í gegnum tíðina fundið að því í fyrsta lagi að vera eina sveitarfélagi sem að standi á bak við sinfóníuna, en í öðru lagi að það sé gert einhliða með lögum frá þingi sem að segir að Reykjavíkurborg skuli bera 18% af rekstrakostnaði. Þessar athugasemdir Reykjavíkurborgar í gegnum tíðina á alls ekki að skilja þannig að borgin vilji ekki standa við bakið á sinfóníunni. Þvert á móti þá hefur borgin sýnt í mjög mörgum atriðum að það sé hluti af menningarlegu metnaði á höfuðborgarhlutverkinu að standa á bakvið metnaðarfulla menningarstarfsemi, þar með talið sinfóníuhljómsveitina. En það eru raun sögulegar ástæður fyrir því að svona er búið hnútana. Frá því að fyrst var til stofnað í lok 8. áratugarins. Þá voru raunar 2 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem lýstu sig vilju til þess að standa á bakvið sinfóníuna, Reykjavíkurborg og Seltjarnarneskaupstaður, eða Seltjarnarnesbær, eins og það heitir núna, og það voru 4 aðilar sem greiddu árlegt framlag til sinfóníunnar: Ríkissjóður, Reykjavíkurborg, Ríkisútvarpið og Seltjarnarnes. Það gerðist síðan með breytingum lögum Ríkisútvarpið í árslok 2006 að greiðsluþátttaka Ríkisútvarpsins var felld út og þá var í leiðinni felld út greiðsluþátttaka Seltjarnarness sem hafði raunar hætt að borga einhliða nokkrum árum áður. Svo merkilegt sem það nú var. En Reykjavíkurborg af því tilefni gerði athugasemdir við þetta form á samstarfinu, þar að segja að þetta væri ákveðið sem 18% hlutfall einhliða í lögum og lagði til að í staðinn væri settur upp samstarfssamningur. Því að það eru þetta sérstakt að eitt sveitarfélag sé skylda með lögum frekar en í gegnum samninga til þess að standa á bak við sinfóníuna. Þannig að ég held að það sé býsna góð sátt tvennt í þessu máli, annars vegar að Reykjavíkurborg standa myndabrag ásamt ríkinu á bak við sinfóníuna, en líka þá hugsun sem fram kemur í tillöguflytjanda að önnur sveitarfélög eigi að gera það líka. Ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir sem að sækja tónleika sinfóníunnar búa. Og þetta sést ágætlega þegar skoðað heimilisfesti eða sveitarfélögin þar sem fólki býr sem eru áskrifundur á áskriftarkortum sinfóníunnar. Þeirra upplýsinga hef ég aflað mér og af áskrifundur sinfóníunnar eru 69% sem eru búsettir í Reykjavík, 9% í Kópavogi, 7% í Garðabæ, 6% í Hafnarfirði, 4% á Seltjarnarnesi, 2% í Mosfellsbæ, 1% á Suðurlandi, 1% á Reykjanesbæ og 1% á Vesturlandi. Þannig að þó Reykvíkingar séu flestir að þá, og meira segja líka hlutfallslega flestir, að þá er 31% áskrifenda sem frá öðrum sveitarfélögum og auðvitað eru miklu fleiri sem að sækja síðan tónleika sem ekki endilega áskrifundur. Þannig ég held að aðkoma fleiri sé býsna sanngjörn krafa og ég held að það væri þá skynsamlegt að breyta forminu á stuðningnum og gera þetta í samningsformi þannig að Reykjavíkurborg hafi skýra aðkomu að stjórn og starfseminni og að þetta sé búið kannski svipað og varðandi stuðning okkar við Hörpu eða Listahátíð með samningum milli ríkis og Reykjavíkurborgar og þar komið þá fleiri sveitarfélög að. Við höfðum gert drög að breytingatillögu við fyrirliggjandi tillögu og höfum kynnt það fyrir öðrum borgarfulltrúum fyrir fund þar sem hnykkt var á því að Reykjavíkurborg vildi vera traustur bakhjarl sinfóníunnar og gerði ekki athugasemdir við það en vildi gjarnan fá fleiri að borðinu og þessu var stillt upp í raun sem samþykkt sem að borgarstjórn myndi þá gera og senda bæði til Alþingis
sem fer með lagasetningarvaldið og menntamálaráðherra sem tengiliður okkar varðandi sinfóníuhljómsveitina. Nú vildi ég heyra kannski hjá minnihlutanum hvernig þessi tillaga mæltist fyrir, því að ég held að sé engin ástæða til annars en að reyna að ná lendingum þetta mál í sátt, en ef að við náum því ekki hér á fundinum þá myndi ég öðrum kosti leggja til að tillögunni yrði vísað til borgarráðs og við getum þá náð saman orðalag þar sem að allir geti sætt sig við. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég kem hingað upp til þess að bregðast við tillögu sjálfstæðismanna og ég held að við getum öll verið sammála það að Reykjavík eigi að vera sá trausti bakhjarl sinfóníuhljómsveitarinnar sem að við erum nú með lögum. Ég að vissu leyti get ekki kannski tekið undir með borgarstjóra það að það eigi að vera einhvers konar þjónustusamningur. Ég held að þetta sé ágætt, að þetta sé tryggt með lögum. Það sem ég finnst hins vegar aftur á móti bagalegt að önnur sveitarfélög beri ekki sömu ábyrgð, en ég skil það út frá þeim sjónarmiðum að hingað koma bæði erlendir og innlendir ferðamenn og Reykjavíkurborg nýtur góðs af því og við verðum að standa undir því hlutverki sem við erum sem höfuðborg og okkur ber að halda úti öflugu menningarstarfi. Þannig að tillaga Sjálfstæðisflokksins pínusnúin vegna þess að mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn einhvern veginn sjá eftir þeim peningum sem eru settir í sinfóníu þó annað hefði komið fram. Og ég veit að þetta hefur valdið þó nokkrum pirringi milli ríkis og Reykjavíkur varðandi þetta framlag. Og það sem er bagalegt að RÚV skyldi hætta þátttöku sinni í þessu, eins Seltjarnarnesbær. Ég get ekki tekið undir það að borgarstjórn sætti sig ekki við að Reykjavík eitt sveitarfélag beri þennan kostnað eins og fram kemur í tillögu Sjálfstæðisflokksins. Það hingað til þá náttúrulega átti Sjálfstæðisflokkurinn snaran þátt í því að setja Sinfóníuhljómsveit Íslands áður Sinfóníuna í Reykjavík á fjárframlög og tryggja grundvöll hennar. En þannig að þessi tillaga Sjálfstæðisflokksins svona, við getum alltaf skorað á ríkið að breyta lögum og skorað á önnur sveitarfélög að taka þátt í því að halda úti öflugu menningarstarfi Sinfóníuhljómsveitarinnar. En hvað svo? Þau segja þá bara nei. Það ekki eins og Reykjavíkurborg njóta ekki góðs af því að Sinfóníuhljómsveitin sé hér. Hingað koma líka erlendir ferðamenn, eins og ég sagði áðan. Og það skila sig margfalt tilbaka. Eins hefur Sinfóníuhljómsveit Íslands haldið úti öflugu starfi í grunnskólum og leikskólum í rauninni líka því að þau halda tónleika og bjóða öllum að vera með. Þannig að við getum verið sammála mikilvægi menningarstarfsemi sinfóníunnar en við getum kannski ekki verið alveg sammála þessa tillögu Sjálfstæðisflokksins. Og ég á því eftir að samþykkja breytingatillögu okkar ef hún nær fram að ganga hérna. Svo má líka velta fyrir sér öðru og það menningarsamningur höfuðborgarsvæðisins. Og það hefur verið þannig að það hefur verið gerðir menningarsamningar á landsbyggðinni. Reyndar færði núverandi ríkisstjórn þetta undir byggðastofnun sem mér óskiljanlegt frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu og yfir til byggðastofnuna því þetta eitthvað svona byggðarmál en ekki menningarmál sem einkennilegt. En það mætti hugsa sér að við myndum kannski ráðast í einhvern veginn að finna fljótt að því að gera svona menningarsamning höfuðborgarsvæðið og þá mætti kannski hugsa sér að taka þetta svolítið stærra. Núna hefur til dæmis ríkið stundum borgað inn í rekstur borgarleikhússins og í ýmsa aðra menningarstarfsemi sem að Reykjavíkurborg vissulega heldur úti vegna þess að þetta höfuðborg og okkur ber að haga okkur sem slík eins og höfuðborgi sem við erum. Þannig að ég velti þessu hérna bara upp, annars þá styð ég ekki
framkvæmdina sem eins og hún kemur fram hérna í tillögu Sjálfstæðisflokksins. Og það er líka annað sem við þurfum kannski að velta fyrir okkur. Það er að Reykjavíkurborg hefur stjórnarmann í Sinfóníuhljómsveit Íslands og ég held að framkvæmdinni sé ábótavant. Þannig að við þurfum að skýra hana miklu betur. Aðkomu Reykjavíkurborgar að ákvarðanatöku á þeim vettvangi. Þannig að það er galli á framkvæmdinni og ég held að við ættum að einbeita okkur að því í stað þess að krefjast einhvers konar lagabreytinga. En eins og kemur fram í lögunum að þá eru sveitarfélögum í sjálfvald sett í samræmi við mennta- og menningarmálaráðherra að taka þátt í að greiða kostnað til sinfóníunnar og það er gott og blessað að hvetja þau til þess. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þess að kanna hérna með, ég væri með þarna breytingartillögu okkar nákvæmlega orðaða. Ef ekki, þá mætti einhver senda mér hana rafrænt, takk. Ég geti kannski lesað hann upp hér á eftir. En forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég langar aðeins að koma hérna upp út af þessari tillögu sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bera hér fram þáttöku nágrannasveitarfélagana í rekstri Sinfóníuhljómsveitarinnar. Og ég vil nú kannski byrja á því að taka fram að ég líti ekkert á það sem einhverja sérstaka, eða það er ekki byrði sem er mér eitthvað sérstaklega móti skapi að við tökum þátt í rekstri Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Ég held að við getum öll verið stolt af því. Ég merki það í sjálfu sér ekki í málflutningi þeirra sem að bera upp þessa tillögu annað en að það sé það sama upp á teininum. Og þessi Sinfóníuhljómsveit er auðvitað að mörgu leyti, hún er mikilvæg að mörgu leyti fyrir okkar svona ímynd og ásýnd og gerir okkur svolítið svona þjóð meðal þjóða, eiga Sinfóníuhljómsveit. Það er hins vegar bara mjög gott að það skuli velta upp þessum hugleiðingum hverjir eiga að taka þátt í að borga brúsa. Það er svona að smá hliðarspor, það er oft pirrað mig eða ég hef svona veltið fyrir mér þegar maður les auglýsingaefni frá Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þar kom lengi vel fram að aðalstyrktaraðili Sinfóníunnar var lengi vel Morgunblaðið. Og mér fannst það sérkennilegt, þetta án áður en ég kom í pólitík. Ég hélt að þetta væri opinbert batteri en það stóð alltaf á kynningarefni og aðalstyrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands er Morgunblaðið. Svo fór nú að hallunda fæti hjá Morgunblaðinu og það var ekki lengur í færum til að vera aðalstyrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þá tóku önnur fyrirtæki við og ég held að í dag sé fyrirtæki ekki að þekka Gamma ef mann rétt. Nefndur aðalstyrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. En þetta er auðvitað ekki rétt, þetta er ekki bakhjarla aðalstyrktaraðili, ábyrgðaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Númer 1 er Íslenska ríkið og númer 2 Reykjavíkurborg. Borgarstjóri fór hér yfir tölur hverjir það væru hér á höfuðborgarsvæðinu sem að væru diggastir stuðningsmenn
sinfóníuljónsveitarinnar úr hópi borgaranna, það er að segja áskrifendur. Þeir koma víða að hér á höfuðborgarsvæðinu, flestir úr Reykjavík og töluvert hér á nágrannasveitarfélögunum. Og það er auðvitað þannig, finnst mér, að við verðum að finna eitthvað aðeins form á hver er samfélagsleg ábyrgð okkar. Þú veist, hér til dæmis þetta höfuðborgarsvæði, hér er eitt sveitarfélag sem heitir Höfuðborgin Reykjavík og svo er hér rétt vestan við okkur sveitarfélag sem heitir Seltjarnarnes, lítið og snoturt sveitarfélag sem að stærir sig af gríðarlega góðum rekstri, svo góðum raunar að það sveitarfélag telur sig ekki hafa þörf á því að innheimta fullt útsvar af sínum borgurum. Þeirra rekstur er í það góðum málum. Þetta sveitarfélag hins vegar greiðir til dæmis ekkert til Sinfóníuhljómsveitar Íslands en íbúar sveitarfélagsins virðast með að við tölur nýta sér þjónustu sinfóníunnar í töluverðum mæli. Annað sveitarfélag sem dettur í hug Garðabær sem er sveitarfélag hér suður af okkur, öflugt og gott sveitarfélag, stærir sig af gríðargóðum rekstri. Það góðum raunar að það telur sig ekki þurfa að innheimta fullt útsvar til dæmis af sínum borgurum, hefur ekki þörf fyrir það. Þetta sveitarfélag greiðir ekkert til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þetta sveitarfélag greiðir heldur ekkert inn í gistiskýli fyrir heimilislausa kalla. Ég held að greiði heldur ekki neitt til Kattholts sem að tekur á móti köttum, heimilislausum köttum af öllu höfuðborgarsvæðinu. Og maður spyr sig hvar liggja mörkin á sameiginlegri ábyrgð sveitarfélaga. Þessi sveitarfélag kannast ekki, þetta er ekki höfuðborgin, þannig að þessi sveitarfélag, Seltjarnarnes og Garðabær, þau hafa engar höfuðborgarskyldur. En þau njóta hins vegar alls sem er í boði í höfuðborginni en bara borga ekki fyrir það. Þannig að þau eru bara í fínum málum, þau eru ekki að innheimta fullt útsvar, eru með rekstur í topplægi og algjörlega til fyrirmyndar á öllum sviðum. Og mér finnst þetta skrítið, satt að segja. Og þess vegna fagna ég mjög þeirri hugmynd sem hér er framkomin að við skorum bara á þingið, alþingi, að breyta lögum. Auðvitað væri miklu betra í raun og veru ef að það væri þannig að sveitarfélög eins og Seltjarnarnes og Garðabær, þess vegna Kópavogur, Hafnarfjörður og Mosfellsbær myndu segja, heyrðu, þetta er auðvitað sameiginlegt hagsmunamál okkar allra, að hér sé bara almennileg sinfóníuhljómsveit. Auðvitað fær höfuðborgin Reykjavík, sveitarfélag Reykjavík, græðir auðvitað heilmikið á því að hafa sinfóníuna hjá sér, svona ímyndarlega, þá hún heitir þetta Sinfóníuhljómsveit Íslands, ekki Reykjavíkur. En enga síður þá viljum við leggja eitthvað til. Við viljum leggja eitthvað að mörkum hérna, Seltjarnarnesi og Garðabæ. Við þurfum ekki að fullnýta útsvar, við erum með það góðan rekstur, þannig að við erum aflögu fær. Gerum þetta saman. Það var auðvitað draumastaðan, en ég gerir mér alveg grein fyrir því. Ég er ekki algjörlega óraunsar og ég gerir mér grein fyrir því að það er ólíklegt að sú staða komi upp. Þannig að þessi tillaga er mjög góð svona í grunninn. Það getur nú vel verið að við séum ekki algjörlega sammála svona útfærsluna og það er ekkert nýtt en það er ekki sagt, það er bitamunur en ekki fjár. Mér finnst þessi breytingatillaga sem að borgarstjóri bar hér upp mjög góð. Ég held að hann hafi ekki lesið hana í heild sinni. Þannig að ég ætla að leyfa mér að gera það. Ég ætla að lesa hérna upp þessa breytingatillögu sem við getum svo rætt hér hvort við getum sameinast eða við getum líka eins og borgarstjóri sagði, vísa þessu inn í borgarráð ef við þurfum að vinna eitthvað frekar með þetta, því ég held að í grunninn sé allir sammála markmiðið.
og við þurfum svo sem ekkert einhvern veginn að gera einhvern ágreining útfærsluna. Við hljótum að geta komist til samkomulagi um það. En breytingartillagan sem að við í meirihlutanum erum sammála að við myndum sætta okkur við, hljóðar svo: Sinfóníuhljómsveit Íslands gegnir lykilhlutverki í menningar- og tónlistarlífi landsins og eru ríki og Reykjavíkurborg aðal bakfjallar hljómsveitarinnar. Upphaflega hugmyndin var að fleiri sveitarfélög styrktu einnig starfsemi hljómsveitarinnar, enda starfsemi hennar eða aðdáendahópur alls ekki bundinn við borgarmörkin. Borgarstjórn skorar á mennta- og menningarmálaráðherra og Alþingi að gera breytingar á lögum númer 36 frá 1982 með það fyrir augum að endurskoða ákvæði fjármögnun Sinfóníuhljómsveitar Íslands til að breikka hóp bakfjallasveitarinnar og skjóta þannig öflugri stoðum undir starfsemi hennar. Og þetta auðvitað þarna gæfist til dæmis sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins tækifæri til að stökkva bara borð og segja: heyrði, já, þarna komin fram þessi hugmynd að breyta fjármögnun og við viljum leggja hér eitthvað að mörkum. Þetta okkar sameiginlega mál og fyrst við erum að því þá ætlum við að fá að henda smá í gistiskýlið líka. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal lokið máli sínu og þá næst frá mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Ég var mjög glöð að sjá þessa tillögu koma hérna fram strax eftir mikið karp og miklar umræður okkar hérna síðastliðnar vikur út frá ársreikningi Reykjavíkurborgar. Og það sem ég finnst sérstaklega gott við þessa tillögu sjálfstæðismanna það að þeir eru að óska eftir því, leggja frá tillögu, að borgarstjóri hafi ákveðið frumkvæði því að fara að semja upp á nýtt, semja við ríki í þessu tilviki. Vegna þess að í ræðu minni sem ég hélt hérna síðasta þriðjudag talaði ég einmitt þetta mikilvæga tæki, samningatækið, sem við höfum til þess að reyna að ná samkomulagi, samningum til þess að lækka útgjöld okkar vegna þess að við erum með mjög há rekstrargjöld. Nú, þeir sem hafa komið hér upp í pontu, þetta er mjög sérstakt, ég held að það hafi aldrei komið fram tillaga þar sem að meirihlutin jafn áfjáður í að koma og tjá sig. Það segir mér það að tillagan sé raunverulega mjög góð. Það hefur verið tíðrætt hlutverk höfuðborgarinnar, en því miður að þá náttúrulega bara staðan þannig að sú höfuðborg sem við öll hérna 15 eigum að stjórna, peningalega staðan hennar bara ömurlega slæm. Og ég veit að við erum búin að vera að tala ársreikninginn og hérna bara mjög fegin að þeirri umræðu lokið, en við breytum því ekki, þú veist að alhluti borgarsjóðs sem þarna í einhverju 7 milljarða króna í mínus, þá getum við bara, þá verðum við að nýta þessi tæki, við verðum bara að lækka útgjöldin okkar. Og það bara rosalega hallærislegt að koma hérna upp, eins og fulltrúar meirihlutans að koma og segja að það sé hérna, við þurfum að taka þessa skyldu okkar sem höfuðborg eitthvað sérstaklega alvarlega, það má ekki stíga á neina tær þegar við erum ekki að ná að sinna lögbundnum hlutverkum okkar. Ímynd okkar og ásýnd, einmitt, að reka bara gjaldþrota Reykjavíkurborg, reka bara gjaldþrota höfuðborg. Erum við að vonast eftir það að planið hjá Orkuveitunni gangi svo vel að við ætlum að fara að nota hagnaðinn úr henni, þessar hækkanir og álögum sem voru á alla borgarbúa sem tóku á sig mikla gjaldskrárhækkanir til þess að til dæmis bara svo borga niður Sinfóníuhljómsveitina. Ég held að við eigum að sýna frumkvæði, ég held að við eigum að
að ekki komi áskorun til menntamálaráðherra og ríkisstjórnarinnar að gera þetta einhliða. Við eigum að sýna frumkvæði og reyna að ná samningum. Höfuðborgarstefna, hlutverk höfuðborgar bara mjög margt og mikið. Hlutverk sveitarstjórna það líka. Okkar hlutverk hlýtur fyrst og fremst að snúast að okkar minnstu bræðrum og systrum sem eiga ekki þak yfir höfuðið, sem eiga vandræði með það að sjá börnunum sínum farborða og meðan að við erum með að tala svona þessi eldfimu efni eins og sinfóníuhljómsveitina, að þá verðum við að reyna að lækka kostnaðinn þarna. Við verðum að reyna að lækka kostnaðinn í þessum gælu verkefnum. Ég get náttúrulega ekki, farið hérna í burtu og pontans og segja ég styð menningu og ég styð sinfóníuhljómsveitina og ég styð tónlist og tónlistarmenntun og allt það. Ég geri það alveg. En það nú bara þannig að þegar rekstur heimilisins gengur illa, þá förum við ekki í þegar skiptum eldhúsinnréttingu, þá bíðum við bara með það. Og mér finnst allar tillögur sem koma fram sem að lúta að því að við reynum að minnka kostnað og útgjöld Reykjavíkurborgar í hlutum sem eru ekki lögbundin hjá okkur, þó svo þetta sé ákveðin leyti lögbundin hlutur, þess vegna erum við að reyna að fara í endursemja það, að það kemur til með að styðja það. Og mér finnst þetta raunverulega ekki vera þurfum að vera að tala þetta sem meiri hluta og minni hluta. Við erum að gera þetta saman. Við erum að reka Reykjavíkurborg sem fjölskipa stjórnvald. Og því fylgir ábyrgð. Það getur vel verið í einhver tíma þurfum við að taka eitthvað niður fyrir okkur og segja við erum ekki flottust, við erum ekki með flott ræfilshátt að þykjast vera best og geta gert allt. Nú þurfum við að koma rekstri Reykjavíkurborgar í lag og ég held að þessi tillaga sem hér á borðinu sé bara einn liður í því og ég vonast eftir að bæði meirihlutinn og minnihlutinn verði duglegur í því að koma fram með tillögur það hvernig megi spara eins og háttvirtur forseti borgarstjórnar á okkur á síðasta fundi. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu. Það 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúanna. Þá tekur fyrstur Björn Blöndal borgarfulltrúi veitir fyrstur ansvar. Gjör svo vel. Takk fyrir. Forseti og getur borgarfulltrúar. Björn Borg, það nýtt. Já, þetta var nú að mörguleyti, furðuleg ræða, borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu og kom hér upp og lýsti við miklum áhyggjum yfir því að Reykjavíkurborg væri gjaldþrota og hún hefur greinilega ekki þá kynnt sér fjárhagsstöðu borgarinnar. Hér var kynntur ársreikningur þar sem er samstæðan og samstæðan það skiptir máli að við eigum sem sagt orkuveituna sem hún talaði hér svona hálfhlálega við ætlum að láta borga brúsann. Við höfum verið að leggja henni til töluvert fé á undanförnu og gerum ráð fyrir að það jafnvel skili sér tilbaka á einhverju tímapunkti. Þegar farið að gera það í rekstur hennar sjálfar og samstæða Reykjavíkurborgar sem sagt skilaði 11 milljarða í plús á síðasta ári og það ekki gjaldþrot. Það ekki gjaldþrota sveitarfélag og það raun og veru mikið ábyrgðarleysi að koma hér upp og fara fram með svona málflutning. Þetta fullkomið rugl. Þess utan þá rekstur A-hlutans náttúrulega jafnvægi. Ég var farið yfir 3 ára tímabil og það mjög gáfulegur mælikvarði. Að því þú nefndir nú að borgarbúar hefðu greitt þetta allt og vissulega tóku þeir hressilega skerf að þessu, 15% af planinu, 50 milljónunum, það kemur úr gjaldskrárhækkunum. Varðandi hagræðingu, það ekkert nýtt fyrir þá sem að sitja hér, allavega hafa verið einhver tíma. Við höfum verið að hagræða hér mjög greint frá 2010 og það var raun að byrja áður með góðum árangri. Þannig að
Það fyrirbæri er okkur þokkalega tamt. Þar með ég ekki að segja að ekki að gæta aðhalds. Það líka verið að gera það. Og hluti af því að allir taki samfélagslega ábyrgð, líka þeir sem að búa í sveitarfélögunum í kringum okkur. Þess vegna tillaga borgarfulltrúa Júlíusar Vífils í grunninn mjög góð. Þá borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar. Það veitir andsvar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti og borgarstjórn, það kemur mér ekki á óvart að fulltrúi Framsóknarflokksins kemur hingað upp og vill skera niður í menningarstarfsemi. Í Atómstöðinni þá sagði organistinn að þú átt einn pening, þá ferðu og kaupið brauð og blóm, vegna þess að þú þarft líka næra andan. Og það sem við erum að setja í Sinfóníuhljómsveit Íslands skila sér margfalt tilbaka. Og þó að kjörin séu kröpp hjá fjölskyldum, þá á Reykjavík einmitt að koma til móts við þær og sinna því uppeldishlutverki sem Sinfóníuhljómsveitin vissulega sinnir. Þú talaðir borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir talaði lögbundin hlutverk sveitarfélagsins. Sinfóníuhljómsveit Íslands og fjármagn Reykjavíkurborgar til hennar einmitt lagalegt hlutverk sveitarfélagsins. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarfulltrúar. Ef borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefði hlustað lítið lengur á mig þá einmitt áréttaði ég það að vegna þess að tillaga Sjálfstæðismanna kveður á það að fara í samningaviðræður við ríkið, þá einmitt lögbundna skyldu að ræða. Og við viljum breyta henni, þeir sem að styðja þessa tillögu. Og þess vegna legg ég til og hvet borgarfulltrúa að koma fram með fleiri tillögur þar sem við getum mögulega dregið úr kostnaði hvað þessi hlutverk okkar varðar. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að svara andsvari. Það andsvörin lokið og þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér líst vel á þá tillögu sem Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi lagði hér áðan fram fyrir hönd okkar samstæðismanna og verð að segja að mér finnst svo lítið undarlegt hvernig henni hefur verið tekið af fulltrúum meiri hlutans. Ýmsir hafa verið sagt að þetta sé hinn merkasta tillaga góð í grunninn en það er eins og þeim líki ekki tónninn í tillögunni og þess vegna komið fram breytingartillaga frá meirihlutanum. Ég reynda að sé ekkert, mér sýnist breytingartillagan rauninni ekkert vera efnislega mjög frábrugðin tillögu okkar Sjálfstæðismanna. Það má kannski segja að hún gangi aðeins skemmra ef eitthvað breytingartillagan en hér koma menn upp og keppast að segja að meiningin sé líklega svo sama og þess að veltum að fyrir sér að menn voru að flytja þessa breytingartillögu kannski vegna þess að það virðist vera þráhyggja hjá vinstri meirihlutanum í borgarstjórn að geta helst ekki samþykkt tillögu frá Sjálfstæðisflokknum eða minnihlutanum ekki nema að koma þá með breytingartillögu eða vísin eitthvað og gera hana síðan að sinni. Það virðist þannig eru vinnubrögðin hér í borgarstjórn. Menn virðast eiga mjög erfitt með að samþykkja góðar tillögur ef þau koma úr hinni áttinni og reyndar ekki óþekkt en það er nánast undantekningin sem sannar regluna ef að tillaga frá okkur í minnihlutanum er samþykkt óbreytt. En efnislega tillögunni þá hljótum við að sjá það að það er bara hið besta mál að skoða breytingar á þessu. Við vorum að afgreiða hérna fyrir skömmu ársreikning sem sýnir slæma stöðu borgarstjórs, slæma stöðu hjá borginni og mér fannst menn vera nokkuð sammála það að nú eru menn sem aldrei fyrr að velta við hverjum steini og skoða hvort ekki væri til hvar væru hagræðingar möguleikar og einhenda sér í það. Og þetta liggur bara beint upp, þetta mál kom náttúrulega upp við ársreikningin þegar vorum að afgreiða hann.
að við borgum 18% af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við erum auðvitað öll sammála um það að þetta er hinn merkasta hljómsveit og gegnir mikilvæga hlutverki í menningarlífinu. En við verðum að skoða alla þætti og fyrst og fremst verðum við að leggja áherslu á lögbundið hlutverk okkar og það er alveg rétt sem einn borgarfulltrúi benti hér áðan að það er gert ráð fyrir í lögum að borgin greiði tillegg til hljómsveitarinnar og þess vegna má kannski tala um lögbundið hlutverk, en þetta er ekki í menningarstarfsemi sem þessi, hún er ekki í rauninni megin hlutverk lögbundis hlutverk sveitarfélaga, heyrir ekki þar undir. Almennt þá eru lögbundið hlutverk okkar skilgreint öðruvísi. Það er skilgreint varðandi skólamál, varðandi velferðarmál og svo framvegis. Nú, menningarmálin eru strangt tekið ekki lögbundið hlutverk sveitarfélaga og þegar við tökum til okkar rekstri þá verðum við, þótt að menningarmálin séu auðvitað góð og margar merkar menningarstofnanir reknar með tilstyrk borgarinnar hér hjá okkur, þá verðum við að láta lögbundin verkefni í forgang. En Sinfóníuhljómsveitin, hún hefur verið auðvitað að hluta til á okkar framfæri af mjög sérstökum ástæðum sem voru raktar hér áðan. Það eru sögulegar ástæður, menn náðu sérstöku samkomulagi, sveitarstjórar hér á þessum tíma, en það er auðvitað ekkert þannig að það megi ekki endurskoða og ekki síst mál sem þetta. Og ég fyrir mitt leyti, ég var tilbúinn að skoða þetta algjörlega ofan í kjölinn og ég hefði jafnvel verið tilbúinn að gefa út yfirlýsingu það að Reykjavíkurborg myndi hætta slíkum stuðningi og Reykjavíkurborg styrkir margvíslega menningarstarfsemi og við sjáum að þegar reksturinn er að sligast eins og núna, þá verðum við auðvitað bara að gera upp á milli hluta og ég tel að við eigum að forgangsraða í þágu lögbundinna verkefna eins og til dæmis skólamála. Nú, og líka þegar við lítum yfir hlutina þá sjáum við að það eru fjölmargar menningarstofnanir reknar hér í borginni sem auðvitað setja sinn svip á borginna og eru kannski þjóna borgarbúum besta því þær eru hér staðsettar. Það er hérna eins og þjóðminjasafn og þjóðleikhús og ljósmyndasafn og svo má áfram telja, en það hefur aldrei rætt það, þær hugmyndir hafa aldrei komið upp að Reykjavíkurborg fari að greiða hluta, 80% hluta eða þaðan að meira með þessu stofnunum. Og þegar almennt er nú mín reynsla sú þegar maður fer yfir þessi rekstrarmál hjá ríki og borg að byggðið er slæmt. Það er best þegar ábyrgðin á rekstri opinberra stofnana er annaðhvort hjá ríki eða borg. Það þýðir ekki að blanda þessu mikið saman. Leið og við förum að blanda þessu saman, þá verður reksturinn oft verri að mínu mati og ábyrgðin miklu óljósari sem leiðir til ófara í rekstri. Það eru auðvitað mörg dæmi það. Við getum tekið Sinfóníuhljómsveitina sem dæmi. Þar eru dæmi úr fortíðinni varðandi reksturinn sem við viljum helst ekki sennilega vera að rifja upp hér. Hlutir sem ég tel að hafi rekist illa einmitt vegna þess að það var óljóst einhvern veginn eða semst ábyrgðin dreifðist víða. Það er sjálfsög óþolandi fyrir okkur hjá borginni þegar það er alveg rétt að við höfum einn stjórnarmann í Sinfóníunni. Hann hefur auðvitað ekki úrslita áhrif á reksturinn. Að það hefur komið fyrir oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, sennilega oftar að þessi ágæta hljómsveit, rekstur hennar hefur farið fram á áætlun og þá er Reykjavíkurborg bara sendur reikningurinn. Fjármálastjóri Reykjavíkurborg, hann bara fær reikningin til sín án þess í raun að hafa nokkuð það að segja hvort að halli myndast á rekstri sveitarinnar eða ekki. Það er auðvitað það er óviðunandi og ég held að við eigum að reyna að breyta. Ég held að veri best fyrir alla aðila, okkur og þessa sveit, að hún væri á öðrum hvorum staðnum. Hún væri bara annaðhvort hjá ríki eða borg og ég tel að henni væri best fyrir komið hjá ríkinu. Færi bara alveg þar yfir og það væri þá alveg ljóst að það væri ríkið og fjármálaráðuneytið myndi að fylgjast með þessu alefli sem fylgdist með þessu. Það er ekki stór munur á ríki og borg á Íslandi. Langflestir landsmenn meirihluti landsmenn komin á suðvesturhornið og það gæti rauninni bara verið samningsatriði
í samningum milli ríkis og borgar sem er ríkis og sveitarfélagana sem standa endalaust yfir hvorum megin hljómsveitin myndi lenda og ég held að vera eðlilegt að hún lendi hjá ríkinu og ríkið axlaði alla ábyrgð á sveitinni og fjármögnun hennar. Nú og auðvitað var þetta að fara í þessa skiptingu, það var fróðlegt að heyra borgarstjóra greina frá skiptingunni, hvernig áskrifendur sveitarinnar eru, hvernig þið skiptast milli sveitarfélaga og þá er þetta spurning ef menn ætla að fara að beita prósturreikningi og fara að skipta milli sveitarfélaga hvar er og enda, ef að hafa þetta höfuðborgarsvæði, ef að fara víðar út á landið og svo eru nú örugglega útlendingar sem koma og túristar sem njóta þessara góðu sveitar. Ég held að vera langbest að ábyrgðin færi á hendur ríkisins en hins vegar þá finnst mér þessi tillaga sem ég liggur fyrir, hún er bara, ef hún verður samþykkt þá eins og liggur fyrir, þá er þetta stórt skref í rétta átt, þá liggur fyrir algjör viljeyfirlýsing hjá borginni að hún telur sig að minnsta kosti ekki að axla allt þetta framlag og auðvitað verið náttúrulega miklu skárra en ekki að fá önnur sveitarfélög inn í það og svo gætu menn skoða reksturinn svona í heild í framhaldinu og reynda býst ég við því að þetta mál verið tekið upp á annað borð, þá myndu menn nú reyna að skoða það í heild. Nú, mér finnst þetta verið eina af þessum tillögum sem við getum sameinast rauninni án þess að standa í miklum orðahnippingum. Ég var svolítið hissa á að heyra borgarfulltrúa Björn Blöndal beinlínis gera lítið úr ræðu borgarfulltrúa Sveinbjargar Sveinbjörnsdóttur og mér finnst það ekki ástæða til þess og mér fannst hann túlka hennar ræðu þegar svo túlku var með ólíkindum. Ég var ekki varð við það að borgarfulltrúum var eitthvað að tala um það í ræðu sinna að borgin var að vera gjaldþrota en þannig kaus borgarfulltrúi Björn Blöndal einhvern veginn að túlka þetta og sennilega þá hans orð. En hann má hafa í huga að það eru auðvitað fordæmi fyrir því að borgarfulltrúar komi hingað upp, borgarfulltrúar hafa eftir sér að þetta gjaldþrota orð á síðasta kjörtímabili þá lét Jón Gnarr það út úr sér við fjölmiðla að Orkuveita Reykjavíkur var gjaldþrota sem var auðvitað víðs fjarri en það kom auðvitað því fyrirtæki verri stöð en það var í þá og ég man ekki eftir öðru en þá hafi bara borgarfulltrúi Björn Blöndal látið sér þessu ummæli borgarstjóra þetta stærsta fyrirtæki borgarinnar sér það bara vel líka og tók undir þau orð hans ef eitthvað var. Þannig að ég held að menn ætla að fara að gagnrýna orð annarra með þessum hætti og tala um að leggja þeim orði í munn að mættu nú líta sjálfum sér nær en svo lengi læri sér lifir og það er þetta bara gott út af fyrir sig. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Skúli Helgason óskar eftir að vita andsvar eða fara á mælendaskrá. Já, þá ert þú næstur á mælendaskrá, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, kæru borgarfulltrúar, ég fagna þessari umræðu, ég held að þessi tillaga sem að hér er lögð fram sé mjög eðlileg. Það sé mjög eðlilegt og sanngjarnt að menn velti fyrir sér í þessu samhengi hvers vegna Reykjavíkurborg eitt sveitarfélag á landinu tekur þátt í fjármögnun Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þessarar hljómsveitar sem öll þjóðin á sameiginlega og ég held að sé engin ástæða til þess að setja það í eitthvað aftanlegt ljós að tillagan sé lögð fram. Ég held að og mér finnst ég greina þá umræðuna að það er enginn sem vill grafa undan starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þetta er einhver mikilvægasta stoðin í menningarlífi landsmanna og þar að meðal okkar hér í borginni. Hljómsveit sem hefur verið mikill máttarstólpi í menningarlífinu áratugaskeið. Hún nýtur vinsælda almennings, hún nýtur virðingar langt út fyrir landsteinana og við eigum að sameinast það að standa góðan vörð hana. Ég tek undir það sem kom fram í máli borgarstjóra að það er mjög sérkennilegt að aðkoma Reykjavíkurborgar og stuðningur hennar í verki með fjárframlögum sé bundin í lögum og það sé mun eðlilegra að festa það með samningi, rétt eins og gert er varðandi listahátíðina og það er mjög sérkennilegt í þessu samhengi, sérstaklega þegar við fáum þessar tölur í hús þó að það sé ekki ástæða til þess að oft túlka þær niðurstöður en tölurnar sem
við fáum hér í dag og tengjast sundurliðun á áskrifenda hópnum, að þær sýna að það er mjög eðlilegt að horfa til þess að nágrannar sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og þau komi að þessum rekstri eða að minnstakosti sé gerð breyting á fjármögnun sveitarinnar. Það er næstum þriðji hver áskrifandi sinfóníuhljómsveitarinnar sem að kemur frá sveitarfélögunum í kraganum, 28%, og síðan 3 til viðbótar frá öðrum sveitarfélögum eða landsvæðum. Og mér finnst fullkomlega eðlilegt að taka þetta mál upp og óska eftir því að lögin sinfóníuhljómsveitina verði endurskoðuð hvað varðar fjármögnun sveitarinnar. Og síðan geta menn í framhaldinu diskuterað aðra þætti, til dæmis þá sem að hafa verið í umræðinni upp á síðkastið framtíð tónlistarskólana, hörpuna, listahátíð og fleiri þættir sem að þarna koma undir. En ég fagna þessari umræðu hér til hana mikilvæg og eðlilega og styð þá breytingartillögu sem að hér hefur verið kynnt. Borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og þá er síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingason. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þessa prýðilegu umræðu sem að hérna við farið fram þessu tillögu og hversu vel grunnhugmyndinu, skulum við segja, hefur verið tekið þó að vissulega hafi nú einhverjir svona skoðanir á einhverjum hliðum þessa máls. Ég kannski leið mér aðeins svona að svara sum af því sem fram hefur komið. Sérstaklega finnst mér nú frekar óþægilegt þegar borgarfulltrúi kemur hérna upp og svona lætur að því liggja að það sé ekki vilji til þess meðal borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að styðja við Sinfóníuhljómsveit Íslands eins og borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir gerði. Það er bara algjörlega óþarfi vegna þess að það kemur mjög skýrt fram í þessari tillögu okkar að einmitt að við erum ekki að leggja til að stuðningur Reykjavíkurborgar við hljómsveitina hætti. En svona til upplýsingar fyrir borgarfulltrúana þá borgarstjórn í heild sinni. Þá var ég nú 8 ár í stjórn Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Ég söng með Sinfóníuhljómsveit Íslands sem einsöngvari hér á árum áður. Ég verið nokkuð mörg ár formaður stjórnar tónlistarskólans Reykjavík, míns gamla tónlistarskóla og frá þeim skóla koma flestir þeirra tónlistarmanna sem að spila í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þannig að hún stendur mér nú viðrar næri og margir af þeim einstaklingum sem að í hljómsveitinni spila og svona nokkuð langt seilst að reyna að gera með einhverjum hætti dylgjum og hálfkveðnum vísum því skóna að hér sé ekki áhugi fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands. Sinfóníuhljómsveitin eins og ýmsar aðrar menningarstofnanir á Íslandi er svona liður eiginlega í sjálfstæðisbaráttu þjóðar. Það er ekkert meira en það og ekkert minna heldur. Og það er bara mjög stutt síðan að við náðum sjálfstæði eins og allir þekkja. En á meðan að þjóðin átti ekki neitt, akkurat ekkert, og var miklu fámennara en nú, þá ákvað hún engu síður að byggja og stofna þjóðleikhús, að stofna ríkisútvarp, að stofna Háskóla Íslands og stofna Sinfóníuhljómsveit Íslands og miklu fleira sem að við getum horft til vegna þess að þegar hún var að leita að sínum kennileitum, sínu sjálfstæði, sinni menningu, þá var þetta eitt af þeim helstu máttarstólpum sem að horft var til. Þannig ég vil bara leiðrétta þetta og hafa þessa hluti algjörlega á hreinu. Mér finnst svona þessi umræða líka hér það að efla samskipti við stjórn Sinfóníuhljómsveitar Íslands ágætt, en ég held samt að borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir ætti nú að lesa ábendingar frá fjármálaskrifstofu til stjórnar Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þar sem að hún er snupruð fyrir það að tilkynna ekki til Reykjavíkurborgar hvernig staðan var árið 2013, þannig að Reykjavíkurborg fái ekki bara reikninga frá upp á 2,8 milljónir króna vegna þess að Sinfóníuhljómsveitin starfaði ekki innan ramma fjárlaga. Vissulega má bæta
þetta ferli, en ég vildi ekkert tala um þetta. Mér finnst það ekki vera ástæða til þess nú og ég er ekki að leita að einhverjum sökudólgum með einhverju sem átt að standa sig betur í stjórn Sinfóníuhljómsveit Íslands. Það er bara ekki það sem við erum að ræða hér og nú. Aðalatriðið er, eins og borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir kom inn á, er auðvitað það að við erum að leita leiða til að spara og við erum að leita leiða til þess að hér ríki sanngirni. Sanngirni á höfuðborgarsvæðinu og borgarstjóri fór yfir það hverju þeir eru sem eru helst að sækja tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands og þetta gefur ekki kannski endalega mynd en nokkuð góða mynd og þetta er hreinlega ekkert fjarri þeim prósentutölum sem settar eru fram í tillögu okkar en þær prósentutölur byggja einfallega á íbúatölum Hagstofu Íslands frá 1. janúar 2015 og svo geta menn sagt þetta er ekki 58%, þetta er eitthvað annað, ekki 42%, þetta er eitthvað annað. Mér finnst það ekki aðalatrið og ég myndi ekki hengja mig í eitthvað slíkt, heldur aðalatrið að það séu fleiri sem sjá það að það er eðlilegt að önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu taki þátt í því og ég ætla ekki að tala þau niður á nokkurn hátt eins og einhverju voru að gera hér. Það bara er ekki til umræðu hér heldur. Ef einhverju finnst að þau ættu að standa sig betur þá getum við bara hafið umræðu það hér og tekið það sérstaklega fyrir með hvað hætti ýmislegt annað er ólíkt með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, þar með Reykjavíkurborg. Sú breytingartillaga sem lögð verið fram, hún er efnislega bara svo sama og við lögðum fram, ég veist okkar tillaga miklu betri reyndar, hún er bara skýrari, ákveðnari, nýtmiðari. Ég ætla nú samt sem áður bara að taka strax fram, bara efnisins vegna, þá vil ég þetta bara við náum sátt þetta og klárum þetta hér á þessu fundi og séum ekki að vísa þessu eitthvað inn í borgarkerfið og afgreiða þetta seint og síðan meir. Við erum öll meira og minna sammála það hvert við erum að fara í þessum efnum. Munurinn kannski helsti á þessum tveimur tillögum er sá að við leggjum til að borgarstjóri hefji viðræður eða opni fyrir málið hjá ríkisstjórn Íslands, hjá ráðherra og að síðan, ef það gengur ekki, að þá verði lagt til að lögum verði breytt. Það stendur hér í okkar tillögu. Borgarstjórn, með leyfi forseta, borgarstjórnin felur borgarstjóra að taka þetta mál upp í ríkisstjórn Íslands og óska eftir því að önnur sveitarfélög taki þátt í rekstrarkostnaði hljómsveitarinnar eins og heimilt er í lögum, en ella að lagðar verði til breytingar á lögum Sinfóníuhljómsveit Íslands. Í þeirri breytingartillögu sem að borgarfulltrúinn S. Björn Blöndal talaði fyrir og lagði hér fram en borgarstjóri kynnti að þá stendur hér borgarstjórn skorar á mennta- og menningarmálaráðherra og Alþingi að gera breytingar á lögum nr. 36/1922 með það fyrir augum að endurskoða ákveðin fjármagn Sinfóníuhljómsveitar Íslands til að breikka hóp bakhjarla sveitarinnar og skjóta þannig öflugri stoðum undir starfsemi hennar. Með öðrum orðum við erum að leggja til að það verði fyrst kannað bara með viðræðum við sveitarfélögin og það er kannski ekki mennt- og menningarmálaráðherra sem myndi gera það, heldur innanríkisráðherra, hvernig sem vilja skipta þeim verkum með sér og sjá hvort ekki sé vilji til þess að hlusta á þau rök sem búa að baki slíkri tillögu og vonandi fallast á það. Nú ef ekki að þá óska eftir því að lögum verði breytt þannig að sveitarfélögin verði gerð að öflugum stoðum undir starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands og ég tæki borðalag breytingartillögu meirihlutans. Þannig að borgarstjóri, ég kannski skýt þessu þá yfir til þín að því að þú laðir þetta svona kynntir þessa tillögu hér til okkar, hvort að ekki sé þá möguleiki á því að við skjótum þessum tveimur tillögum svolítið saman. Við getum stytt þá tillögu sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram, haldi þeirri tillögu sem að meirihlutinn hefur hér lagt fram á þessum fundi en að sú tillaga að öðru leyti óbreytt, þar að segja síðasta setning hennar verði sú sem ég las áðan, borgarstjórn felur borgarstjóra að taka þetta máli fyrir ríkisstjórn Íslands og óska eftir því að sveitarfélög og svo framvegis og þar með er opnað fyrir það að leita sér samninga við sveitarfélög að koma þessum rekstri en gangi það ekki eftir að þá verði óska eftir því að lögum verði breytt en ekki bara beint í það að óska eftir því að lögum verði breytt. Ég bara bið þetta svona hérna munni fram forseti og óska eftir því að heyra hvað borgarstjóra finnst það að við svona reynum að sjóða þessar tvær tillögur saman í eina ágæta sem við getum öll staðið bak við. Takk.
Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu. Það er 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá gerir það fyrstur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti og borgarstjórn, mér finnst að skjóta skökku við að alltaf þegar skóinn kreppir þá eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins alltaf tilbúnir til þess að skera niður í menningarmálum og skólamálum og listum. Og ég veit alveg að hér hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason talað fyrir því að við viljum öll renna styrkum stoðum undir sinfóníuna en horfir jafnframt öfundar augum yfir hin sveitarfélögin sem ekki þurfa að taka þátt í þessu. Og okkur ber skylda finnst mér sem höfuðborg Íslands að einmitt standa vörð Sinfóníuhljómsveit Íslands. Á þessum 8 árum sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason var viðloðinn Sinfóníuhljómsveitina að þá beitti hann sér ekki fyrir þessari tillögu sem að nú liggur fyrir borgarstjórn. Það var honum í lófa lagið, rétt eins og Sjálfstæðisflokknum í lófa lagið að tala við sína samflokksmenn í ríkisstjórn til þess að fá þessum lögum breytt. En nei, það verður að vera Reykjavíkurborg sem að sendi byssulegt bréf til menningarmálaráðherra það að breyta þessum lögum, af því að önnur sveitarfélög það er gott og blessað og önnur sveitarfélög taki þátt í þessu. Það er hins vegar þannig að Reykjavíkurborg er ekki að fara að skikka önnur sveitarfélög til þess að borga, sama hvað hún belgir sig og hrópar hátt yfir borgarmörkin. Og kannski er þessi umræða einmitt angi af stærri umræðu. Kannski eigum við að skoða listahátíð í Reykjavík. Af hverju er Sinfóníuhljómsveitin tekin út fyrir sviga? Af hverju ekki gerðu menningarsamningar þá á höfuðborgarsvæðinu? Af hverju ekki að hugsa aðeins stærra til þess að renna stoðum undir menningarstarf í Reykjavík? Ég segi að Sjálfstæðisflokkurinn er sammála mér í þessu, en ég er ekki að tala niðurskurð í menningarmálin, Kjartan, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Styrkir til hátíða árið 2013 eru mýmargir. Við erum að styrkja alþjóðlega kvikmyndahátíð, blúshátíð, bókmenntahátíðina, Food and Fun, hestadaga, hinsegindaga. Býtu ber ekki hin sveitarfélögin að koma að því líka? Erum við svona ósátt við það að það séu sett lög Sinfóníuhljómsveit Íslands? Ég segi nei. Ég er ekki ósátt við það. Og bara áfram blómlegt menningarstarf í Reykjavík. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti, ég vil nú bara viðurkenna það að ég á frekar erfitt með að skilja þennan borgarfulltrúa sem hér talaði síðast. Fyrsta lagi var það nú svo með ólíkindum og allt öðruvísi heldur borgarfulltrúinn talaði hér fyrir nokkurum mínútum. Nú skiptir ekkert máli í hvað peningarnir fara eða hvað hlutirnir kosta. Það má ekki leita nokkurra leiða og það má auðvitað alls ekki hlusta á fjármálaskrifstofu Ráðhússins sem að benti á það að hér yrði að fara yfir stöðuna og ég held að borgarfulltrúinn gerði nú vel í því að lesa svolítið ársreikningana og ábendingar fjármálaskrifstofu og koma hér ekki upp með svona dýrindis vitleysu eins og hann gerði hér rétt áðan. Ég vil til dæmis benda borgarfulltrúanum á það að það er að renna á þessu ári 1 milljarður til Sinfóníuhljómsveitar Íslands í fjárlögum. Og eins og ég sagði hér áðan, þá er það 121% aukning frá árinu 2007 og hverjir skyldu nú verið ríkisstjórn á Íslandi akkurat núna? Skyldi það nú vera flokkur borgarfulltrúans eða skyldi það kannski vera einhverjir aðrir sem að borgarfulltrúan hugsaði ekki sérstaklega hlýlega til og gerir upp einhverju hugmyndir sem eru svo gjörsamlega út í bláinn að það er einhvern veginn erfitt að taka á því og erfitt að svara því miður. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við þegar svara andsvar. Það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti borgarstjórn, það er mér ólíkindum vandlætingin sem að kemur hér úr munni fulltrúa Sjálfstæðisflokksins Júlíusar Vífills Ingvasonar. Af hverju erum við þá ekki líka að fjalla þá 2 milljarða sem að fara til IBR sem dæmi? Hvað ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að forgangsraða? Mér finnst með ólíkindum líka að koma hérna upp og niðurlægja borgarfulltrúann með því að hann hafi ekki lesið hinn og þessi gögn og ég get ekki tekið undir svona málflutning og held að hæstvirtur borgarfulltrúi ætti að vera uppkurteisari í sínum málflutningi heldur hann hefur verið. Þá
Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá veitir borgarstjóri andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að lengja umræðuna en það er ágætis hugmynd að við frestum afgreiðslu málsins inn á fundinum og sjáum hvort við náum að sjóða tillögurnar saman. Ef það gengur ekki þá vísum við þess til borgarráðs og höldum áfram vinnunni þar. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita andsvar og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar, þar sem ég get ekki komið upp í andsvar við andsvar, þá kem ég hérna örstutt upp og óska eftir því að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir útlisti það hvaða tillögur við hjá Framsókn og flugvallavinum höfum komið fram með sem snúaði niðurskurði í lista- og menningarmálum borgarinnar. Hvaða? En það er alveg ljóst að ég boðaði það að þar sem skóinn kreppir að þá munum við taka alvarlega að koma fram með einhverja sparnaðartillögur til þess að geta sinnt grunnþjónustunni, en ég veit ekki til þess að hinga til höfum við lagt fram tillögur sem snúa að þessum málaflokkum, en leiðrétti mig aftur á móti ef ég fer með rangt mál. Þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og þá er ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og leggur forseti til að við frestum afgreiðslu tillögurinnar þangað til við mögulega gætum rætt okkur niður á breytingartillögu. Við förum í annað mál á dagskrá.